Northern Light Inn fjölskyldureiki hótel sem systkinin Kristjana og Friðrik Einarsbjörn reka. Þau hafa verið í rekstri frá 1995 og hafa verið að byggja hótelið hægt og rólega upp. Við settumst niður með Friðriki og spjölluðum hótelið, ferðamanninn og uppbygginguna. Friðrik, segðu okkur aðeins frá Northern Light Inn, hótelinu. Já, þetta sem sagt fjölskyldureiki hótel í eigu mín og systur minnar, Kristínu. Og við erum búin að vera hérna í rekstri frá 1995 og höfum verið að byggja þetta svona hægt og rólega upp. Við erum núna með 42 herbyggi, veitingastað sem tekur alltaf 150 manns í sæti og vorum að bæta við núna wellness spa og heilsurækt og flottangi. Vorum að opna það núna í sumar. Flottangur, segðu mér aðeins meira frá honum. Já, þetta svolítið skemmtilegt fyrirbæri og við erum núna að kynna þetta fyrir íbúum Suðurnesja og við erum með sérstakt kynningatilboð núna í október. Þetta sem sagt tankur sem fullur af vatni og 530 kílóum af Epsom magnesium salti, þannig að þú flýtur í þessu eins og korthæppi. Þetta 35 gráðu heitt vatn, þannig að þetta sama hitastig og húðin okkar og saltið gera það verkum að húðin mýkist upp og vöðvarnir mýkjast upp og þú ert þarna í klukkutíma í róanæði með sjálfum þér og eftir þann tíma ertu bara endurnærð. Hefur enginn fengið innilokunarkennd hjá ykkur? Jú, það einn sem þetta svolítið gaman. Allir sem hafa farið í þetta hafa bara elskað þetta. Nema það var einn gestur, hann, eins og ég sagði að þetta klukkutími sem þú ert í og hann var komin upp úr eftir 9 mínútur og en einn af öllum þessum fjölda sem búin að fara, það bara nokkuð gott hlutfall og það margir sem segjast vera með innilokunarkennd, en tankurinn í rauninni stærri heldur en bíllinn, þannig að þeir sem hafa sagst vera með innilokunarkennd, þeir hafa þraukað í klukkutíma og bara líka vel. Og hverjir eru eiginleikar tanksins? Hvað gerir hann? Já, hann fyrst og fremst hugsaður sem slökun á hugan, en að því að þarna Epsom magnesium salt, að þá mýkir það alla vöðva og þú nærð rosalega góðri slökun og þetta snýst svolítið það að komast úr amstri dagsins, vera í klukkutíma einn með sjálfum þér, fljótandi þarna inn í þessum tank og eiginleikarnir snúast það að ná þessari djúpu slökun og sem bara svo mikilvæg fyrir okkur í amstri dagsins og næring bæði fyrir líkama og ekki síst hugan. Og spæð, hvað bjóðu þið upp á þar? Já, spæð, kannski það sem ég gleymdi að koma inn á að flottankurinn okkar, hann fyrir gest og gangandi. Þú þarft ekki að vera gestur á hótelinu til að fara í tankinn okkar. En heilsulindin eða wellness spæðið okkar, það fyrst og fremst fyrir okkar hótelgesti og einkum og þar erum við með 3 típur af gufuböðum og við erum með hvíldarherbyggi og þetta líka alveg kjörið fyrir Íslendinga, koma saman, kannski hjón eða par og gista eina nótt og slaka á og fara í gufuböðin, fara inn í hvíldarherbyggið og við vonumst til að Íslendinga fara að nota þetta í meira mæli. Þið eru með 10 ný deluxe herbyggi. Já. Og það herbyggi fyrir 2 manneskjur, 30 fermetra herbyggi og við vorum að bæta þeim við núna í sumar, 1. júlí og svo erum við með 32 standardherbyggi. Þú sagði mér einmitt frá fjölskylduherbyggjum áðan. Hafa þau notið mikilla vinsælda? Já, það ekki mikið til á svona stórum herbyggjum á bara Íslandi almennt. Við erum með 6 svona fjölskylduherbyggi, þar sem við erum með 4 fullstór rúm og við getum bætt þar inn auka svona bedda, þannig að það geta alltaf 5 gist í því herbyggi og það hefur verið mjög vinsælt og allt árið kring, ekki bara hjá fjölskyldum, þetta líka eru vinir að koma saman og sameinast í eitt stórt herbyggi. Þú sagði mér líka að nú væri high season að byrja í raun og veru hjá ykkur yfir vetrartímann. Já, það svolítið skrítið með okkur og hefur alla tíð verið að það mest að gera hjá okkur veturnar. En samt erum við með allt saman fullt á sumrin. En eins og ég var að segja þér áðan að
að á sumrin þá erum við meira með gesti sem að koma á bílaleigubílum og þeir fara út héðan klukkan 8 á morgnana og að keyra og skoða landið og koma svo inn kannski 6-7 á kvöldin. En á veturnar þá þetta bara tilvalinn staður til að koma og njóta norðurljósanna. Hér eru við í kolniðamyrkri og gestirnir sem koma til okkar á veturnar, þeir eru meira að koma með rútum og eru ekki á bílaleigubílum og eru þar af leiðandi kannski að koma inn 3 á daginn og eru með okkur yfir allan daginn og þannig að það mjög meira að gera hjá okkur í rauninni á veturnar og hótelið jafnvel bókað á veturnar eins og á sumrin. Nú eru þið með svona norðurljósaturn, nýtur hann mikilla vinsælda? Já, hann gerir það og bæði fyrir norðurljósin og líka bara yfir daginn því að við Íslendingar við það til að halda að hraun sé bara einhverjir svartir steinar og sé ekki mikið merkilegt fyrir okkur sem erum að alast upp við hraunið. En fyrir útlendingin þá þetta bara stórkostlegt fyrirbæri og við sjáum það að okkar gestir að fara hábjartan dag upp í turninn og bara horfa í kringum og njóta þess að horfa á hraunið og alla þessa víðáttu. Á kvöldin þá þetta rosalega vinsælt fyrir norðurljósin. Og svo hefur þetta verið mjög vinsælt fyrir jóga og við erum með hópa úr Grindavík sem koma hérna á morgna eða síðdegi, held ég 2 í viku og hafa verið að stunda jóga upp í turninum og svo hefur við verið að fá í auknum mæli fyrirspurnir erlendis frá þar sem að hópa vilja koma og stunda jóga í bæði í turninum og svona líka niður í heilsuræktinni. Þið eru líka með líkamsrækt með nýjustu tækjunum. Hefur hún líka notið vinsælda? Já, hún náttúrulega hugsuð eingöngu fyrir okkar hótelgesti og eins og á flestum hótelum þá nú ekki meiri hluti gesta að fara í heilsuræktina. Það bara eins og þegar ég að ferðast erlendis, ég tek alltaf íþróttafötin með mér og ég ver alltaf hótel sem með heilsurækt, en það mjög sjaldan sem fyrir ræktina. En þetta mjög gott að hafa og við höfum verið mjög ánægð með þann fjölda sem hefur notað þetta. Og þetta svona jöfn notkun og hún ekki flókin en eins og segir, hún með nýjustu tækin og frábær ný hlaupabretti sem við vorum að fá, sem eru núna að koma í allar nýja CrossFit stöðar og þannig að við erum með allt að nýjasta nýtt í þessu. Nú veðrið úti, svona ekta íslenskt haustveður. Þetta það sem að erlendi ferðamaðurinn að koma og sjá? Já, ég get sagt þér það að og svo í vetur að það sem að þeir elska og við erum með nokkuð svona ummæli gesta og TripAdvisor þar sem þeir hafa setið við Arininn yfir daginn og þeir hafa hort á beljandi rok og rigningu og svo kannski snjókomu síðar en daginn, svo kemur sólin og þeim finnst þetta æðislegt og það engin, ég hef ekki hitt ennþá þann gest og við erum búin að vera í rekstri frá 95. Ég hef ekki ennþá hitt þann útlending sem að koma til Íslands að þeir hér sól og blíða, menn að koma hérna til að njóta náttúrunnar og þeir eru yfir höfuð vel klæddir, undirbúnir, þetta eru góðir gestir og svona veður ekki að stoppa þá. Og það sem gerist líka að í svona veðri þá kemur nú mosinn grænn og fallegur. Þegar á sumrin þegar búið að vera mikið sól og þurrkur, þá verður hann gulur, en hann miklu fallegri í þessu veðri. Norðurljósin heilla og þið heitið Northern Light Inn. Já. Hvernig upplifir ferðamaðurinn norðurljósin? Það í rauninni bara algjör draumur að vera hérna og horfa á útlendinginn, upplifa norðurljósin. Og ég hef stundum fengið vini mína bara því að þeir trú ekki því sem ég að segja, að koma og vera hérna þegar að norðurljósin birtast. Við erum þannig búin að það eru öllu slökkt þegar að norðurljósin koma. Ef að veitingastafurinn fullur, þá bara látið vita að ljósin eru komin og hann tæmist á nóinu, kokkurinn situr inn í eldhúsi og reyna að halda matnum heitum, ekki ánægður. En gestirnir við höfum fengið allt frá því að það var einn gestur sem tók og vildi fá að faðma mig að þakka mig fyrir eins og ég hefði eitthvað með norðurljósin að gera í það að fá Japana sem að gjörsamlega bara tapa sér og ég var að segja frá áðan að það voru amerísk hjón sem eru búin að búa í 4 ár í Japan og þau sögðu við mig, þau hefðu aldrei séð Japana haga sér eins og þeir hagaðu sér hérna.
þeir bara gjörsamlega töpuðu sér þegar sáu norðurljósin. Að því heima í Japan þá halda menn alltaf andliti og þú sér aldrei Japana missa sig. Þannig að það alveg hreinlega stórkostlegt að fylgjast með og fólk öskrar, það hlær og við höfum séð fólk gráta. Þannig að það allur tilfinningaskalinn og ljósin eru svo falleg í myrkrinu og það þar sem við erum að græða á. Það þetta myrkur sem hérna og við leggjum áherslu á að það bannað að leggja fyrir framan hótelið, við slökkum öll ljósin sem ég sagði áðan og þetta bara einstök upplifun. Þannig að það bara nóg að gera hjá ykkur og bara skemmtilegi tíma framundan. Já, brjálað að gera og það sem eins og ég sagði við áðan að við erum svolítið að upplifa það að gestir að dvelja hjá okkur lengur en áður. Hér áður fyrir var þetta svolítið fyrsta nóttin og síðasta nóttin. Núna þetta miklu meira fólk sem að koma hérna 2, 3, alveg upp í 4 nætur og veturinn hjá okkur mjög vel bókaður eins og öll hinn fyrri ár sem við höfum verið í þessum rekstri. Þannig að við lítum bara björnsinn fram á veginn. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta.